Þórður kakali kemur upp að Gásum í Eyjafirði, kemur frá Noregi. Þá hafði hann fengið leyfi Hákonar konungs til þess að fara til Íslands með það að markmiði að vinna Íslandi undir Noreg. En markmið Þórðar mun hafa verið öllu fremur að ná aftur eignum Sturlunganna sem að Kolbeinn ungi hafði lagt undir sig eftir Völustaðabardaga 1238, en þá var Þórður staddur út í Noregi. Það sagt að móðir hans hafi komið að Gásum þegar tekið á móti Þórði og orðið hans í hnípinn við þegar hann var búinn að heilsa honum og talið það nokkuð víst að hans myndu bíða sömu örlög og braga hans sem að Kolbeinn ungi hafði látið drepa. Þannig að hún ráðlagði honum að stoppa ekki lengi í héraði. Hann fór með henni fram að Grund en hún fékk honum fylgdarmann og sagði honum að fara suður Sprengisand og suður að Keldum til Steinvara systur sinnar sem að það bjó ásamt manni sínum, Halldóni Sæmundarsyni frá Odda, en hann var einn af höfðingjum Oddaverja. Þórður fer suður að Keldum og leitaðist eftir fylgd Halldónar við að vinna gegn Kolbeinn unga, en Halldón átti erfitt með að koma að því máli þar sem að Helga alsystir Halldónar var kona Kolbeins unga, þannig að hann var vant við látinn að taka þátt í því og hefði sennilega verið talinn óhæfur í dag að blanda sig í þau mál. En það fréttist mjög fljótt að Þórður kakali var kominn til landsins. Björn Drumbur Dugusson, hann var einmitt á ferð í Húnavatnssýslum og á leið á fund Kolbeins unga þegar hann fær fréttir af því að Þórður sé kominn til landsins og hann snýr við og þar með voru þessi tíðindi komin á Vesturlandi. Hann bjóð þá í Hjarðarholt í Dölum og það gengur náttúrulega fljótt sögurnar af því að Þórður væri kominn til landsins og þeir fjölmenntu fóru þarna 20 menn af Vestfjörðum fóru austur að Keldum til þess að taka á móti Þórði og fylgja honum síðan vestur í gegnum ríki Haukdalana, Árnessýslunni og þá hófst í rauninni þessi bardagi Þórðar. Þetta voru hann fór nokkuð margar ferðir, meðal annars þá fór hann eina ferð með fjölmenni austur í Skálholt til þess að heimta föðurbætur af Haukdælum og þá lá nærri að skall hurð nærri hælum, eins og maður getur sagt, að þá hafði Hjalti Biskupsson sem var þá fyrir liði Haukdalana því að Gissur Þorvaldsson var út í Noregi, að hann hafði farið hér norður til Kolbeins unga og sagt honum að Þórður væri með sitt lið á Suðurlandinu og Kolbeinn ætlaði að fara suður og safnaði saman 500 manna liði í Skagafirði og Húnavatnssýslum og ætlaði að fór suður Tvítægru í nóvember og 1242 og ætlaði að króa Þórð af en þeir lentu í rakningum á Tvítægru og það misti Kolbeinn nokkra menn, þeir frusu það í hel hjá honum. En hann komst hann í Reykholt og það munaði mjög litlu að hann kæmist fyrir lið Þórðar en menn hans eltu Þórð alla leið vestur á Snæfellsnes og það mun öllum líkindum mun hafa bjargað Þórði og hans mönnum að þeir fóru Löngufjöru og mun hafa verið að falla að. Þetta er að vísu getgátu en það er kannski líklegasta skýringin á því að menn Kolbeins þeir
þeir sátu eftir. Þannig að þetta gekk nú ýmsu þó þau fór í nokkar svona hefndarferðir, meðal annars fór hann í svokallaða Vatnsdalsför sem var árið eftir, 1943, þar sem hann fór að Hvammi og tók til fanga Þorstein í Hvammi sem hafði nú verið forystumaður húnvetninga í Örlygsstaðabardaga, en Þorstein bar af sér alla sök að hann hefði nú ekki neitt þátt í því og hefði nú reynt að koma í veg fyrir þann bardaga ef hann hefði getað það. En Þorsteinn hann þóði trúnaðareið og sem hann hélt síðan og hans fjölskylda öll. Sonur Þorsteins í Hvammi var Eyjólfur Ofsi sem hann síðan stóð fyrir brennunni á Flugumýri 1953. Nú auk þess þá var Kolfinna Þorsteinsdóttir frá Hvammi, hún átti eftir að verða sambýliskona Þórðar Kakala og standa fyrir búi hans í Geldingaholti. En þetta stríð á milli þeirra Þórðar og Kolbeins unga, það hélt áfram og kannski var nú svona afdrifaríkasti atburðurinn var Flóabardagi þegar að Kolbeinn ætlaði að fara með 500 manna lið, tæplega 500 manna lið, vestur á Vestfirði til þess að eyða Vestfjörðum, þannig að Þórður gæti aldrei náð þaðan upp liði. En Þórður þá á leiðinni búinn að 200 manna lið og ætlaði sér á smábátum sem að þeir voru búin að fylla af kastgrjóti því þeir ætluðu að fara til Eyjafjarðar og sameinast fylgismönnum Sturlunga í Eyjafirðinum. Og þeir hlóðu bátana með grjóti til þess að geta að nota þá við landtökuna í Eyjafirði ef þeim yrði varnar landtöku. En á sama tíma þá var Kolbeinn ungi að leggja upp vestur fyrir var búinn að safna saman liði við Selnes, í Selvík á Skaga og þeir mætast þarna norðarlega á Húnaflóanum, vestur undan Skaganum og það verður þessi eina sjóorrusta sem að getið í Íslandssögunni. Það lýstu það saman, liðsmunur var mikill en Þórður komst frá bardaganum, misti 3 menn í bardaganum en Kolbeinn ungi mun hafa mist þarna yfir 90 manns og þurfti að senda 2 herskip heim með lík og sára menn eftir bardagan og það má leiða því líku að grjóti sem var í bátunum hjá Þórði það hafi nú skipt sköpum í þessari orrustu. En Þórður komst undan og það sagt að Kolbeinn hafi haldið því fram þá eða talað það þá að hann myndi aldrei standa yfir höfuðsvörðum Þórðar fyrst að hann bar undan í þetta skipti. Síðan það árið eftir 1945 að þá var Kolbeinn farinn að missa heilsu, hann var með mein í brjósti eftir svona íþróttaæfingu einhverja sem hann tók þátt í. Hann var að halda upp á það að eftir að náði í Eyjafirði að það var búinn að gera fjárnúmið á eigin Sturlunganna eftir Örlygsstaðabardaga ávarsett hann hafi stokkið yfir eitthvað garðla og fengið sár á bringuna sem átti síðan eftir að leiða hann til dauða. En þarna 1245 þá býður hann Þórði sættir upp á frið því hann sá það að eftirmaður sinn sem var þá Brandur Kolbeinsson á Reynistað að hann gat ekki skilið við lið áspurninga að við vera búin að semja frið við Þórð og gaf honum þá eftir allt ríki Sturlunganna fyrir norðan Östarseiði og
það með flytur Þórður að Grund í Eyjafirði og það sagt að það hafi 80 menn fylgt honum að vestan þegar hann fór í þessa ferðustu og einnig að það komu 80 menn og Eyjafirði á mót honum vestur í Miðfirði til þess að taka á mót honum og fylgja honum, þannig að þetta hefur verið ansi stór floti sem að reið að Grund þennan sumardag og ekki ólíklegt að það hefur verið slegið það upp verið veislu fyrir þetta lið þegar Þórður var búinn að heimta þarna föðurleif sína og ríkistöðnungana fyrir Norðurn heiði. En síðan gerist það að veturinn eftir, veturinn 1245-6, að þá fara gamlir stöðningsmenn Kolbeins unga sem höfðu verið hjá honum hér á Flugumýri og eru komnir í lið með Brandi vestur á Rinnstað, að þeir fara að yrkja níðum Þórð og það ganga þarna á milli einhver skætingur á milli liða sem að fór vaxandi og Þórður honum fjall þetta mjög illa, honum fannst hann ekki eiga þetta skilið og það má segja líka Brand að hann reyndi að stilla til friðar í þessu máli en það má svona lesa það svolítið út úr frásögninni að það hafi verið þessi kveðskapur sem að fór hérna á milli aðalega sem hafi verið svona kannski kvarnir sem fylgdi mæliðin. Það var mikil hatur á milli Eyfirðinga og Skagfirðinga eftir Völustaðabardaga þar sem Eyfirðingar fóru halloka og þetta var svona olía á eldinn, þessi nýtkvæðskapur og menn vildu fara og hefna fyrir þetta. Og það er sagt að Þórður hafi byrjað að draga saman lið fyrir norðan og alla liðustu á Langanes því að þangað náði ríki Þórðar á þeim tíma og þarna var safnað saman liði sem að ef talið hafi verið svona tæplega 600 manns. Og hann kominn fer með þetta lið vestur að leggur upp á Möðruvöllum í Hörgárdal og ríður hér vestur á Silfastaði, þar gisti hann og síðan næsta dag fer hann út af Vallalaug þar sem að hann stoppaði. Þetta Vallalaug var þekktur áningarstaður í Hólminum og á sama tíma þetta gengu njósnir þarna á milli og Brandur og hans menn vissu náttúrulega hvað var að gerast hjá Þórði og Brandur hefur búinn að safna saman 720 manna liði sem hann með upp á Víðimýri og þegar Þórður kemur að Vallalaug þá ganga prestar á milli í sáttum frá báðum liðum til þess að reyna að koma á einhverjum samningum. Það kemur hvergi fram í sögunni hvað hafi verið samið en það má leiða líkur að því að það hafi verið óskað eftir því að fá þarna framseldan mann sem var nú talinn forsprakinn í þessum nýtkvæðskap sem hét Einar Langur, var enda bróðir Þorsteins í Hvammi en það gekk ekki og það líka nokkuð augljóst að Brandur hefði ekki getað framselt hann. Einar Langur var einn af lykilmönnum í liði Kolbeins unga og hefur greinilega haft mikið bakland og það hefði ekki ljómað vel ef Brandur hefði framselt hann þarna undir öxina. Þannig að það var ekkert af samningum en þeir ákveða það bara að berjast daginn eftir og velja sér völl á skriðunni sunnan Djúpadalsá þar sem Haugsnes upp frá, svo nákvæmlega sé nú sagt frá eins og í sögunni. Og þar það sem að ég sviðsetti bardagann. Það er sagt að loknum bardaganum hafi Þórður riðið út á Flugumýri sem nú hérna rétt fyrir norðan okkur og boðið þangað til sín öllum þeim sem að vildu koma og sættast við hann. Síðan reið hann aftur norður á
norður Vegafjörð og norður Grund. En eftirmál eftir þennan bardaga var það að Gissur Þorvaldsson kom með lið hér norður og þeir sættust á það, hann og Þórður, að láta Hákon Norðskonung gera þessi deilumál á milli þeirra. Og því að þeir voru báðir hirðmenn Hákonar konungs og samkvæmt norskum hirðlögum þá bar hirðmannum að bera öll sín deilumál undir konung. Nú það má fræðast hér á þessari sýningu sem við erum með hérna í Kakalaskólanum. Það sögð saga Þórðar Kakala í svona stuttu máli og þeim atburðum sem urðu í kjölfarið á þessari orrustu allri. Þórður náði að ráða yfir Íslandi í nærri 4 ár áður en hann þurfti svo að fara aftur til Noregs. Nú hér að baki mér einmitt mynd úr þessari atburðarás. Hér mynd frá Geldingahólsbardaga sem að einn listamaðurinn hér á sýningunni málaði. En hér er hægt að fræðast þessa sögu ítarlega heldur en að annars staðar er hægt, að ég held.